Svellið hlaðvarp þar sem að fjallað samfélagsmál og þær áskoranir sem að karlmenn og drengir standa frammi fyrir í nútíma samfélagi. Og ég heiti Birna Pétursdóttir og ekki karlmaður, en ég þekki fullt af karlmönnum. Pabbi minn karlmaður og maðurinn minn karlmaður og ég á 2 syni, karlmenn framtíðar. Og eins og allar mæður þá vil ég að heimurinn fari silkimjúkum höndum börnin mín. Þannig að í þessu hlaðvarpi ætla ég að fá til mín gesti, karlmenn og konur, til þess að ræða þessi mál. Hvað má betur fara, hvað hefur við gert vel, hvernig gengur, hvert stefnum við, hvað má ekki og bara hvað í gangi. Og með að við skautunina í þjóðfélaginu þá skiptir máli að reyna kannski að ná einhverju jafnvægi. Baldur Ragnarsson, hann stýrir upptökum og hann karlmaður og getur hnift í mig ef ég á villigötum. Baldur, segðu hæ. Hæ. Í þætti dagsins þá ætlum við að fjalla íþróttir og þar ég sannarlega ekki á heimavelli en búin að fá til mín 3 góða gesti. Gunnar Jarl Jónsson, knattspyrnuþjálfari, dómari og kennari. Velkomin. Takk fyrir. Svo það Kári Harðarsson, dómari og framkvæmdastjóri Samtakanna 78. Velkomin. Takk. Og Sigrún Agatha Árnadóttir, landslískona í íshokkí og formaður íþróttamannanefndar ISI. Þetta rétt hjá mér? Yes, takk. Verið hjartanlega velkomin. Áður en að við ætlum að hætta okkur út á svellið og spjalla, þá langar maður að biðja þig, Sigrún, sem fellow ekki karlmaður, að deila aðeins með okkur svona þínum hugleiðingum. Hvað dettur þér í hug þegar við tölum karlmenn og íþróttir og karlmenn jafnrétti, allt þetta? Sko, svona í gegnum tíðina þá hefur yfirleitt verið rosa mikið karlmenn að strákar, það þarf alltaf að fara í íþróttir að því að við stærum okkur að því að vera stór og sterk, við erum sterkir Íslendingar og þetta jákvætt að hafa fyrirmyndir en á sama tíma getur þetta búið til svona neikvæða ímynd sem að strákar finna sig knúna til þess að standa undir, þeir verða að uppfylla ákveðnar væntingar frá samfélaginu kringu sig þegar að þetta kannski ekkert endilega raunhæft. Þannig að jafnrétti í íþróttum þegar kemur að drengjum eða strákum það má ekki vera bara einhver ein fyrirmynd, þær verða að vera margar. Þannig að jafnrétti, bara fjölbreytileiki inn í íþróttaheimin nauðsynlegur til þess að sem flestir geti fengið að taka þátt og liði vel þar. Ég held að það sé kannski grunnurinn í þeim framförum sem ég myndi vilja sjá, af því að samfélagið okkar mjög fjölbreytt og það alltaf að verða fjölbreyttara hvort sem kynþáttur eða bara hvernig einstaklingur upplifir sig. Ekki þá þú þurfa að setja það í eitthvað sérstakt box. Þú átt ekki að þurfa að vera í boxi. Eða fyrst gaman að spila fótbolta, þá þú að fá að spila fótbolta alveg sama hver þú ert eða hvernig þú lítur út. Þannig að ég held að það sé kannski eitthvað sem við sem samfélag þurfum að leggja meiri áherslu á og að fyrirmyndirnar fyrir krakka, ekki bara kannski endilega stráka í íþróttum, séu alls konar. Og hvernig gengur okkur í því að íþróttafyrirmyndirnar okkar séu alls konar? Hvað segir þið það? Og ég að taka boltan? Já, það ekki. Ég hef þetta kannski pínu uník, þannig að ég byrja bara á því, ég alltaf samkynhneigður og kemur úr skápnum, en þá spilandi handbolta og þjálfa lengi bara sem opinberlega samkynhneigður einstaklingur, þannig að og ég bara get út frá minni reynslu, þú veist, lýst því að það voru engar fyrirmyndir sem ég hafði, ekki í íþróttum, þú veist, það voru einhverja lesbíukonar út, en svona fyrirmyndir mínar voru meira Páll Óskar og þessi sem voru konur út í svona lista á menningageranum, þannig að og ef ég tala áfram út frá sjálfum þá reyndi ég bara eins og ég gat að svona, þú veist, vera opinn og tala um það þegar ég var spurður mína samkynhneigð og svona þann hluta en auðvitað var ég bara í þessu heteronormatíva umhverfi sem að íþróttirnar eru, það alltaf þeim stjórnað af karlmönnum að mestu leyti og karlmenn eru flestir þjálfarar, ég meina og það svona bara, þetta bara karlætt umhverfi sem að hefur sína kosti og galla. Já, en upplifirðu það kannski þá og nú sem skaðlegt að, þú veist, íþróttir þeim sé stýrt af köllum og þetta sé svona karlægt umhverfi. Er það neikvætt,
Hvernig sér þú það? Það kannski ekki öllu leyti neikvætt, nei, en ég held að þurfum meira jafnvægi og einmitt eins og fyrir að fara yfir áðan að svona þessi harka og þetta og meir ekki sína veikleika og harkaður og hætt að gráta og svona þetta, ég var alveg sjálfur sem stjórnandi í þetta reyngur þetta taka á svona hlutum og bara einhvern veginn svona þú veist, eiga samtöl við þjálfara sem að einmitt tala á þessum nótum og langflestir hafa tekið því bara vel. Ég held að þessi líka kannski, ég er kannski komin aðeins fram á mér að þú veist, ég verið að manna líka þjálfara stöður og stundum það bara gert korteri fyrir æfingu, þú veist, og þetta snýst framboð og eftirspurn og þeir sem að koma inn, ég meina, ég byrjaði sjálfur mjög ungur að þjálfa, er 16 ára að þjálfa 18 ára að þjálfa 16 ára drengi og ég var aldrei tilbúinn á þeim tíma að takast á við það, ég get alveg sett það í dag en á þeim tíma fannst mér það geggjað og fór bara í verkefnið en alls ekki á þeim stað að geta tekist á við það verkefni og þurfti meiri undirbúning og akkurat út frá þessum hliðum, þú veist, hvernig maður á að koma fram sem fyrirmynd og hvað maður á að segja og hvað maður ekki að segja. Akkurat. Auðvitað skiptir máli að það sé fjölbreytileiki í íþróttum eins og annars staðar en það er alveg ljóst að það er mörgum sem þykir svona, sem sjá fyrirmyndir og eiga fyrirmyndir í íþróttum þvert á íþróttirnar. Hvernig geta þjálfarar og þeir sem svona stýra þessu stuðlað að því að þessar fyrirmyndir séu góðar en ekki slæmar og séu ekki að valda skaða og hvernig geta þær einmitt svona opna og dregið inn þá sem kannski að veigra sér við það að stíga inn út af þessu svona kallæga umhverfi sem að kannski stuðar suma. Ég held kannski eins og Kári benda á að þjálfara gegna algjörlega lykil hlutverki í sama hvað íþrótta með þar getur kennt ákveðin gildi, þú getur kennt samvinnu, samkennd og alla þessar hluti eins og Kári segir, við erum alltaf vissulega að reyna að byggja upp ákveðna þrautsi og siglu íþróttum og einhvern veginn svona eins og það sé að tengist algjörlega við það og meir ekki sína veikleika, þetta er svona fín lína á milli en á sama tíma gegna þjálfara lykil hlutverki í félögum eins og Kári segir líka, félagur ofta að manna, það sýnst framboð eftirspurn, það er skortur á þjálfurum í öllum íþróttagreinum, það vantar fleiri til að fara að þjálfa. Hinu fullkomnum heimi var einfaldlega bara með mjög hæfa uppeldismentað og mentað einstaklinga ofan að þjálfaragráðum sem væri bara jafnvel í stærri stöðum í félagunum, en félagur reikir náttúrulega á yfirleitt, reynda að reika það á núlli ef hægt og er erfitt, þannig að ef þú því hæfari þjálfara sem fer til starfa því meiri líkur að þú getur unni með þessar jákvæðu fyrirmyndir og akkurat þetta jafnrétti í víðum skilningi en ég segi alltaf þú veist það er ábær hluti að vera þjálfari í íþrótt eins og fyrir mig, menn ég þjálfa stelpur, úlingsstelpur, ég er að þjálfa núna 8-9 ára drengi og það skiptir máli hvað skilabóð við sendum og alveg eins og þegar við erum bara að fara inn í þessar fyrirmyndir, þá reynir að finna fyrirmyndir og mér finnst við alltaf vera auka þessar góðu fyrirmyndir hvort sem það í handbolta, körfubolta, íshokkí eða fótbolta og bæði hvernig kalla, við erum mikið við erum að auka einhvern veginn svona sýnileika líka hjá stelpunum, þannig að strákarnir fara meira að mæta á leiki og stelpunum og svo öfugt, þannig að þetta virkar í bara áttir og mér veist einhvern veginn þjálfararnir gegna lykil hlutverki í þessu sambandi og þar þurfum við að gera kröfur og þar þurfum við sérsambandi líka að gera kröfur á því að vera að fylgja eftir að félögin gera ákveðna hluti. Það er verið að taka út félögin hvað er að gera. Við erum með svona ákveð stjörnukerfi svo Norrlöndum. Hvað er þetta að gera? Eru þjálfararnir ex-mentaðir? Eru með þjálfaragráðu? Ertu að fara eftir öllum hlutum? Þannig ég held að geta gert betur að mörgu leyti og það er þetta margt varasamt í fyrirmyndum en það er mjög margt jákvætt sem getur rosa mikið verið að benda á en uppeldisfaktorinn í íþróttum í þjálfun, hann stundum er að gleymast á kostnað þess að fara að vinna að það er þetta stórt vandamála. Hvað meinar með því? Bara svona aggressív hegðun líka, hún leifist út af þú vilt vinna og þjálfur leggja rosa mikið áherslu að vinna leikinn, bara að vinna leikinn á kostnað þess að mögulega að besti leikmanni sína aggressíva hegðun gagnvart öðrum nota niðrandi tal og kalla kannski annan í hinuleginu fagga til dæmis en þú einhvern veginn tekur nút einu mynd og smellur að minna út að þú hefur á að vinna leikinn skilur. Þannig að ákveðin hegðun þarf alltaf að vera legging og gildi og ef að einstaklinga fari yfir ákveðin mörk til dæmis þá þarf þetta einfaldlega bara að hafa hann uppeldisfaktor sterkan og hann hefur dálítið finnst mér farið þverrandi í fótboltan sérstaklega sem getur verið aggressífur. Þessi uppeldisfaktor hefur dálítið verið þverrandi á kostnað þess að
alveg góðan einstakling sem við sjáum einhvern veginn í landslegunum okkar, þá einhvern veginn með fyrirmyndar einstaklingu oft í þessum íþróttum og það einhvern veginn að hampa þeim meira sem fyrirmyndar einstaklingum og hvað gerði það að þeir komist á alla leið en séum ekki gleyma því að 99,9% í íþróttum er ekki að fara í afrekspælingar. Þetta félagslegt, social að vera í íþróttum, að læra ákveðna virðingu, læra ákveðna liðshéld, að vera hluti á hóp og fullt af svona gildum sem það svona aðmálið sem við þurfum að þjálfa upp. En þjálfarar kannski gleyma því eða hvað, að einmitt fæstir þarna eru að fara í atvinnumennsku eins og þau eru með kannski unga drengi bara í yngstu flokkunum. Ég bara sem móðir 2 ungra drengja alveg svona svolítið á bremsunni sérstaklega með fótboltan ef ég alveg hreinskilin að setja það í fótbolta af því einhvern veginn að maður upplifir þú veist, einhver svona skaðlega orðræðu í kringum fótboltan, bæði hvað varðar útlendinga, hinsegin fólk og ýmislegt sem hefur svona verið grasserandi. Það er ekki það að ég standi inn í íþróttaklefa hjá köllum og viti nákvæmlega hvernig þetta en þetta er svona einhver orðræða eitthvað sem maður heyrir af. Þú veist, erum við að missa boltan svolítið þarna? Ég meina, já, ég segi það fyrir mitt leyti, ég er alveg stressuð að setja mína stráka í fótbolta út af akkurat þessu og ég myndi frekar, ef þið myndi biðja það, þá myndi ég sjálfsögðu leyfa það, en það stressar mig. Fótboltinn svona stressa mig bara sem móðir ungra drengja. Hvað segið þið? Ég í ruglinu? Já, ég held að það skiptir rosalega eins og bara með allt í lífinu hvort þú sért á vinnumarkaði í skóla eða tómstundum að það skiptir bara svo miklu máli hver er yfirmaðurinn, hvað kennarateym ertu með, hvað þjálfarateym ertu með. Af því að þegar við búum í samfélagi sem svona performance driven, það verða allir að vera á toppnum, þú mátt aldrei tapa og þegar að krafan svona sterk á að eins og tekst að dæmi hjálpaði mér aðeins ef ég að bulla hérna var þetta ekki 50 flokkur í fótbolta þar sem að leikurinn fór 1-1 og vítakeppnin eða eitthvað var vittlaust þannig að leikurinn var endurtekinn og þeir þurftu að skila gullmedaljónu sínum. Þetta var eitthvað svona. Hvað þetta gamli krakkar? Þetta 10 ára krakkar, 10-11 ára krakkar. Það getur fjórða okkur Akureyri minni mig fyrir eitthvað. Það var eitthvað þannig manni gott. Þetta var bara algjörlega glórulaust af því að sem sagt leikurinn var stoppaður held ég eftir að annar liði skora í framlengingu en við kláruðu ekki alla framlengingu. Framlengin var ekki nógu löng eitthvað sem að þýðir basically en bæði lið höfðu jafnan tíma til að skora. Og annars skorar ekki hitt en þó að það fekk ekki þessar auka mínútur og þá þurfti að endurtaka leik hvaða fyrirmyndir eru við að setja með þessari hegðun við sem bara fólki sem stöndum á baku börnin því að núna á ég líka 2 stelpur sem eru báðar í íþróttum og ég er rosalega stolt að segja það að báðar þessar stelpur segja stopp, nú ert þú að fara við mín mörk hvort sem er þjálfari, samspilari besti vinur eða versti óvinur að þær geta báðar sett sér mörk og þetta er eitthvað sem við þurfum að imprinta inn í krakkan okkar og ég sé reglulega þetta er ekki algilt bara mitt viewpoint er að stelpur þurfa að vera betri í að setja mörk og strákar þurfa að vera betri í að virða mörk. Þarna sé ég þetta á hvort sem þú sért í 1. bekk, í grunnskóla, menntaskóla, háskóla. Þetta virðist svolítið eld okkur upp í gegnum allan þroskan og þarna kemur kannski að því að við erum ekki að fá réttu skilaboðin sem börn. Þannig að með því að setja börnin í fótbolta eða ekki, það fer rosalega mikið eftir hvernig liðsandinn er í þeim flokkum sem þeir fari. Hvað er margir jákvæði leiðtogar, hvað er margir neikvæði leiðtogar. Veit þjálfarinn almennt hvaða hugtök þetta eru. Þekkir hann hvernig á að byggja upp samstöðu og samvinnu innan liðsins. Eru þessi krakkar líka saman í bekk? Eru vandamál úr skólanum að færast yfir í íþróttirnar og öfugt? Er verið að hampa þeim sem eru bestir alveg sama hvernig hegðun þeir sína af velli? Því að ef það er ekki orsök afleiðing á þarna milli, hvort sem að séu foreldrar eða þjálfarar, að þá muni þessi neikvæði leiðtogar alltaf enda ofan á og það mun setja tónin fyrir restina af þeirra leiktíma. Ekki fyrir að þeir lenda á einhverjum vegg og hugsa, ok, ég það kannski að bæta viðhorfið, attitude adjustment. Þú munt lenda á þessu vegg á einhverju tímapunkti í lífinu, vona ég, því það er ekki gott að lifa svona endalaust. Nei, og náttúrulega ef að þú færð ekkert nema
rós endalaust saman hvað þú gerir að þá kannski verður einhver brenglun. Það er engar afleiðingar. Ég held að þetta er enda mjög góða punkti líka með sko þessi mörk og bara hlutverk þjálfara sem maður, þú veist, ég bara manna sjálfur hvað maður dýrkað og dáðu sem að þjálfara og reyndar leikt ekkert sérstaklega mikið upp til sumra sko, þú veist, þannig að þú veist, þetta valda ójafnvægi sem verður til þegar að þjálfari einhver megin er að eiga í samskiptum við börn og leikmennina sína, þú veist að það er eitthvað sem þurfum að vera ótrúlega meðvituð sérstaklega þeir sem að stýra félögunum og eru svona þau sem að hafa með hlutin að gera og geta stíið inn í og leiðbent sérstaklega ungum þjálfurum sem eru að koma inn, það er alveg gríðarlega mikilvægt eins og kunni ég alltaf að tala áðan með menntununa og þetta allt saman sem að þarf að vera sterkari, þetta hef ég dæmi sjálfur í handboltanum í Noregi þar sem að foreldrar eru oft bara foreldrar besta einstaklingsins eru bara fengið til að þjálfa til að redda hlutum bara einhver meginn, þú veist, í einhverjum afdölum í Noregi en við erum sem betur þeir ekki þar að því að það er alveg svona, það er metnaður held í flestum þjálfurum okkar, fólk vill þjálfa þó okkur vanti fleiri en ég held að sé líka eins og við erum að tala áðan varandi sko umgjörðina, hún er rosa svona árangurstrifin, hún er bara bæði árangurstrifin, það er þessi A, B og C-lið, þú veist, það er landsliðsvölin, það er auðvitað í fótboltanum að selja leikmenn fyrir fúlgur fjár til útlanda, þú veist, og félögin eru bara að snemma, ég hef verið í samtölum við fólk og stíið þar inn í það sem að bara vera að tala krakka sem eru 7-8 ára sem svona potential eitthvað svona sem að ég ætla ekki kannski alveg að segja að umræðan hafi verið söluvara en nánast hefði verið að segja það undir niðri, þú veist, það var bara verið svona pointa át efnilegust að liði sem áttir að verða einhvern tímann svona að peningamaskínu fyrir okkur, þannig að þetta allt saman er svona pínu svona rugglarsystemið en ég held að þetta líka kannski að svona tala á þeim nótum með þetta að þjálfarar eru sterkar fyrirmyndir, þeir geta verið jákvæði fyrirmyndir og við þurfum að einblína á það sem er gott og það sem er jákvætt og það sem að við getum gert sem að, þú veist, nú starfa ég reyndar ekki lengur innan hreyfingarinnar en starfa fyrir hinsegin samtök og það er mér mjög, þú veist, kært líka, þú veist, að hugsa hinsegin fólkið okkar, þú veist, að ég kem út, þú veist, þetta bara hommu upp allt mitt líf eðlilega, þú veist, fæðist þannig, ég veit, það ekki að missa hökuna í golfa, það sé þannig, en ég þetta inn í skápnum til 25 ára og heyri alls konar hluti, þú veist, sem að þú veist, frá akkurat þjálfurum, þú veist bara, Kári hefur aldrei verið við hvern mann kendur og til dæmis sett inn í búningsklefa þegar 18 ára og ég hugsaði bara þá, shit, það er bara áta mig hérna inn í klefanum, skilur mig, þú veist, þetta er og ég er ekkert viss að hann hafi verið að meina eitthvað illt eða eitthvað, mögulega, þú veist, en orð skipta máli og núna, þú veist, 20 ára setna, man ég þetta bara eins og þetta gæsti í gær, sko, þú veist, bara hvaða klefi og hver sagði þetta. Þú heldur að það komið kannski fyrir út af skápnum ef að, þú veist, eins og þessi setning, hún er alltaf svona, hún er alveg svona þung, sko. Já, hann er þung. Þannig að þú veist, 7 ára setna, sko, þú veist, maður alltaf svona fyrir sér, þetta ég alveg samanlega, kannski, þú veist, kannski þínu félagi sem áttur marga góða handbolta og örugglega ekkert eitthvað svona illt en þetta er eitthvað þessu orrað sem skiptir rosa miklu máli sem skiptir máli á þjálfurum að grípa inn í að og vera þessar sterku fyrirmyndir og það skiptir líka svo miklu máli þú ert í hluta hóp, það er að tilheyra samankvæmt sem nýbyrra að æfa íþróttina og þú vilt bara alltaf tilheyra þannig að skiptir svo miklu máli að athygli þjálfara, hún sé þú veist, ég veiti þér sömu athygli sem einstaklega nýbyrjaður og ég veiti kannski þeim tveimur sem eru óbáslega öflug í íþróttinni skilur en ég geri það á mismöndi hætti þannig að skiptir miklu máli að þau tilheyri því að það þurfa allir að finna að vera með styrkleika og en síðan líka komum við akkurat inn í þetta eins og með skólakerfið og íþróttinar og það er þessi, alltaf að tala um farseldin og svona, það þarf að vinna þessi kerfið þarf að vinna saman af því að búa til heilstöfta einstaklinga og ekki að vinna í svona sitt hverju lægi sko. Það skiptir óbúslega miklu máli. Svo líka svo áhugavert, þú veist, eins og þú lýsir þegar að þú kemur út úr skápnum að þú þá fer strax einhvern veginn að tekur það upp á þína arma að þú veist vera í einhverjum aktivisma, þú veist, að tala opinskátt þetta og svona sem skiptir auðvitað máli en þú veist, mætti ekki dreifa því á herðar allra hinna, eru það ekki líka einmitt bara gagnkynhneigðu kallarnir sem að eru kannski svolítið dóminerandi inn í þessu rými sem að mættu vera duglegri að þú veist, klokka og grípa þegar að svona orðræða á sér stað. Það sé ekki alltaf á herðum þess sem verður fyrir aðkastinu eða hvað segir það? Ég? Já. Kári? Ég er dæmdur til að taka þetta. Já. Nei, jú, þetta er það alveg rétt. Ég meina það þetta þú veist, þetta snýsta einhver hluti fyrirmyndir og mig skorti þær klálega, þú veist, og var kannski einhver hluti einn af þeim fyrstu en það var nú komið einhverjir
í kjölfarið í hinum ýmsu íþróttagreinum og líka erlendis en þú veist, ég sagði að því ég kom á 2007 þetta verður eftir 5 ára og allt annað, það verður bara, þú veist, allir bara komnir út og rosa stuð í ensku úrvalsdeildinni, bara 10% allar veru hommar þar, en það er ekki fræðilegur að það sé að gera, það er ennþá mjög fáir bara sárafáir, En ég held að ég bara tekur hérna á Íslandi í fótboltanum þá get ég náttúrulega sagt óbæmilega engin þá er ég meina bara og þá vitum við samt að það er ekki tilfellið Nei, við vitum ekki tilfellið samt sem áður hefur klefamenningin vitum ekki að klefamenningin var hérna á sínum tíma og þeir einstakling sem og þeim tíma inn ég nú 42 ára sem trúið ekki og hérna að fyrir 20 árum 20-25 árum þegar maður var á sem úlingsaldur var klefamenningin hún var alveg svona aggressífur en í dag hún er miklu betri í dag og við höfum flottar fyrirmyndir en samt sem áður þá þráttar að sé fólk sem sýnir mikið öryggi stígur út eins og í handbolteimin sem erfitt það sem handbolteimin var nú líka aggressív eða á sín tíma það sem flengingar þóttu nú bara dagleg brauð eða eitthvað nýra að spila og ýmislegt svona en þá vortu samt ekki komið með fjöldan sem maður hefði haldið þannig að orðan skiptimáli og einhvern veginn þú veist, svo sem margt í þessu við erum að reyna að fara í þessu siglu og við erum að sí líka sína hörku en á sama tíma verðum við líka svona einhvern veginn að viðurkenna mýktina og rósa þeim fyrir bara að sína samkennd, þú veist, leyfa sér sína tilfinningar og við sjáum svona alltaf meira og meira en ég held að þetta er alveg svona, þetta er hæg þróun, ég getur sagt svo eða þróun skildi kalla. Þetta er svona svo tvöfaldur standard og það er svo fyndið en á sama tíma ekki fyndið af því að núna horfum við á fyrirliðinu og aðstofafyrirliðinu í kanadíska landsliðinu í íshokkí. Þær eru giftar og bara ekkert mál. Já. Og þær voru ekki alltaf giftar þegar spiluðu saman. Þær klálega kynntust þarna og byrjuðu saman og deytuðu og svo giftust þær, skilur. Þetta er bara í góðu lagi og ekkert að þessu. En ímyndaður ef að fyrirliðinu í kanadíska kallalandsliðinu og aðstofafyrirliðans það fær alltaf hliðina. Já. Og þetta er bara, ég sjá það líka bara í íslenskri íþróttamenningu hvað eru margar konur opinberlega samkynhneigðar eða skiptir ekki máli. Þú mátt vera þess að þú vilt þegar þú ert kona og það eru engar afleiðingar að því. Þannig að, en eru það þá karlarnir sem að eru vandamáli? Sem eru að í rauninni gera veður út af því og koma í veg fyrir að aðrir karlar þori að stíga út. Veist, er það, og að því við erum að tala um þetta locker room dæmi, það er alveg spjall sem er hægt að fara inn í og eitthvað svona sem er annað svona sem að veist, ég man eftir að hafa spáð mikið í og heyrt alls konar sögu bara þegar ég var yngri þegar bæði grunnskóla og framhaldsskóla frá þeim sem að voru að spila íþróttir að því þú segir að það sé búið að breytast rosa mikið, er það tilfellið? Er það rosa breytt? Þessi klefamenningin, já, og svona orðræðan kannski þar. Ég held að það fer svolítið eftir í á hvaða level þú ert, af því að þegar þú ert komin í svona efri level upp í efri flokka, að þá er komin svo mikill, að því að nú höfum við verið að vinna rosalega mikið með sérstaklega í hópíþróttum. Þetta er eflaust ekki að, ég held að enginn hérna þekki kannski sérstaklega inn á einstaklingsíþróttirnar, en bara það að kenna, ef þið líður vel í íþróttinniðinni, þá spilaru vel. Já. Það er bara bein tenging þarna á milli. Þannig að félögin hafa verið að leggja meira orku í að finna út hvernig þeir geta takmarka stress, takmarka kvíða. Mörg lið hafa verið að nýta sér einhvers konar íþróttasálfræði bara fyrir til dæmis stór mót eða úrslit eða upphæðu tímabils bara til þess að leggja svolítið línurnar. Og ef þú ert með góða fyrirliða innan liðana eða góða fyrirmyndir þá nærðu að búa til ákveðna stemmingu. Og hún helst í gegnum flokkin þó svo að það bætist nýjir við á næsta ári þá er alltaf bara byggt ofan á. Þannig að núna allavega af minni reynslu það sem ég sé í kringum mig að þá má sína tilfinningar eins og kvíða og ótta og hræðslu og mér finnst ég ekki nógu góð eða ég er svo hrædd að bregðast öðrum. Það er í lagi að upplifa þessar tilfinningar kvennamegin og ég vil sjá þetta færast yfir að það sé í lagi að sína þessa veikleika því það sem gerist er að liðið grípið þig. Ég veit þetta er rosalega falleg hugsun og örugglega semi-barnaleg en af hverju er þetta ekki í boði allstaðar? Af hverju máttu ekki fá að pikki félagin og segja ég er bara eiginlega að kapna úr stressi fyrir þessu leik og hann segir, nei, hvað meinar þú? Þú ert búin að vera að æfa fyrir þetta í heilt ár, þetta verður ekkert mál, koma, pepp með þetta bara í gang. Hvað er þetta? Af hverju er þetta flókið?
það kannski líka út af þessari, þú veist, ég meina ég kem úr listum og auðvitað, þar líka, þú veist, kvíði og fólk stressað fyrir því að klúður einhverju eða eitthvað svoleiðis, en þá fer maður í hugsunna bara, hvað það versta sem geti gerst en þegar það svona rosa svona, þú veist, þegar sigur alltaf takmarkið sem ólíkt því sem gerist á sviðinu, þú veist, það alltaf í flæði, að þarna sigur takmarkið og allt annað en það eru mistök eða, þú veist, gekk ekki nógu vel eða vonbrigði, já. Þú veist, og maður hugsar, þú veist, með börn, þú veist, þetta bara óheilbreytt í grunninn, eða þú veist, hvernig... Mér langar að vita hvernig sigur í leiklist. Ekki sigur í leiklist? Jú, það sigur, en það samt bara svo allt öðruvísi, því að hver einasti, auðvitað eins og í hópíþróttum, að þá hver einasta sýning ólík þeirri síðustu, en á sama tíma þá þú alltaf bara, þú að delivera þitt og fýta af fólkinu sem með þér á sviðinu og aðal mótleikarinn eru áhorfendur sem og það ertu búin að æfa og þú ert að flytja það sama textan alltaf í hvert skipti, þannig að einhverju leiti líkt en einhverju leiti ólíkt, en þú ert aldrei að reyna að vinna sýninguna, þú ert aldrei að reyna að vera bestur, þú ert alltaf bara Ég fór út úr efni, sorry. Mér varst bara áhuga að vinna í listinni, sko. Ég segi fyrstu velun í málverkum. Já, akkurat. Já, en á móti kemur fegurð. Já, en þarna þú að vinna í heild og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum líka að leggja meiri áherslu á, en á sama tíma að þá þarftu að vera með ákveðið sjálfstraust til þess að gefa stóðsendinguna. Þú veist, ef að þú hefur eitthvað þörf fyrir að sanna þig, hvort sem fyrir sjálfu þér eða öðrum, að þá þú að fara að taka skoti sjálfur. Akkurat. En ef að þú ekki á þeim stað, þú hefur meira sjálfstraust og þú treystir fólkinu í kringum þig, þá gefur þú sendinguna. Þetta er að því að mögulega sendingin betri marktækifæri. Akkurat. Og síðan held ég að við þurfum líka svolítið að fara út í væntingastjórnun fyrir börn, sérstaklega yngri flokka. Að því að sigur ekki alltaf takmarkið. Það fer bara rosalega mikið á eftir á hvaða levelið þú ert með krakkana. En það er kannski ólíkt úr með meistaraflokk kalla eða klálega. En alveg svo vorum að tala áðan með þjálfara og hvernig þeir eru í rauninni, hvaða skilaboð þeir eru að senda út, hvaða skilaboð eru þeirra yfirmenn að gefa þeim, hvar chain of command, hvar byrjar þetta, hvar byrjar þessi krafa high performance, sigur alltaf. Þetta stundum ertu bara að horfa á liðið sem þú ert að vinna með og þú sérð að þetta lið ekki að fara að vinna neinar gullmedaljur neinstaðar, en einhverstaðar verður að byrja. Hvar ætlar þú að byggja upp grunn? Og þú sem þjálfari verður þá líka bara geta sagt við þína yfirmenn, bara nú erum við að fara í smá development fasa, og það bara, vorum að missa marga leikmenn út eða dattara, og þá þarfst þú bara að taka þér þinn tíma í uppbyggingu. Akkurat. Og það á alltaf að vera svigrúm til þess, því að þú gerir ekki neitt og þú ert ekki með góðan grunn. Ég held að ef við byrjum snemma yngjurlokum, þú veist, við vildur íþróttaþjálfara bara mjög færir, en ef við erum með óbærslega sterk sérsambönd og við erum í ISI og þú veist, það vantar alltaf fjármagn hreyfingun og svo framvegis, en við byrjum sterkt og mótum fyrsta lagi svona ákveðna stefnu og námskrá sem til þess að við erum með í mínu félagi, þá voru bara með skýra 130 námskrá og nákvæmlega það sem var að kenna. Það til alltaf að fá félögum, en að samanskapið þurfa að vera mjög skýrt hvað ætlum við að kenna okkar iðgjöldum í 7. flokki þegar kemur að ákveðin tilfinningalæsi, við ætlum að kenna þetta 7. fyrir þú byggir allt ofan á grunninn, þannig að þú sem manneskja því sterkari eftir sem einstaklingur bara með marga og ólíka kosti, því meir líkur að þú náir að líka skara fram úr þegar kemur í námi og vinnu og annað, þetta sýstum að búa til heilstæðan einstakling og eins og alltaf að tala það þarf þortlega halbatn og það þannig sem við þurfum að gera, vera skýr með það að einhvern veginn vera að flytja fræðslu sem hefur verið gegnum tíðina og mér finnst svona kannski aðeins minna núna, kannski undan 2-3 ár svona fræðsla eins og við þjálfararnir höfum fengið til þess fræðslu frá samtökunum, fengið fræðslu frá fjölmenningu og allt þetta það er einhvern veginn að skila meira áfram, foreldrar í íþróttafélagunum og iðkendur þarf að fá betri fræðslu, það þarf að grípa inn í óæskilega hegðun, það þarf að styðja við þá sem að sýna slíka hegðun, það þarf einhvern veginn að láta alla tilheyra og síðan þarf líka að hampa þeim sem að sýna góð gildi. Því að líka þeir sem í íþróttum, þeir vilja oftast ná árangur, þá spyrðu hvað árangur? Árangur líka bara koma sem helstett manneskja út úr þínum yngreflokkum.
en líka það að hugsa hvernig nærða árangur með að vinna sér lið, það líður öllum vel að fá allir að tilheyra saman nýbyrðar ekki eða séu ofboðslega öflugir, þannig að þú veist, það þarf allir hafa ykkur styrkleika, einhverjum til dæmis bara ofboðslega góðu liðsmaður en kannski ekki besti leikmanniliðinu eða bestir í flokknum, en honum hampa fyrir að gegja liðsmann, hann er alltaf rósa, hann sýnir samkennd, hann sýnir tilfinningar, einhver annar er alltaf ofboðslega góður í marki, ofboðslega góður að verjast, ekki alltaf að hampa bara þeim sem eru langbestir, þetta að finna einhvern veginn svona og búa til heilstæða stefnu sem næri einhvern veginn, vitum hvað gerum í 7., 5., 4. alveg þókkulega koma upp, þannig að þegar einstaklega kveðja þetta yngri flokka kerfi 18 gamlir, þá hafa þið 18 gömul, þá hafa þið einhvern veginn bara búin að góða fyrirmyndir og fara til lífi með fullt af tækjum og verkfærum í sinni kistu til að takast það bara á lífið því að þú ert náttúrulega hluta því að vera íþróttum með bara takast það á lífið. En þegar að erfiðleikarnir koma og þegar að þessir ungu leikmenn, börn eða úlingar, ungi kallmenn upplifa erfiða tilfinningar í tengslum við íþróttirnar, hvaða úrræði standa þeim til boða? Eru íþróttarhreyfingarnar komnar með einhver svona external úrræði, íþróttasálfræðinga eða fyrir yngri flokka? Já, eða svona fyrir kannski meira úlinga og svoleiðis, þú veist, það er kannski meira bara í atvinnumennskunni. Ég held þetta sé aðalega þegar þú ert komin upp í meistaraflokka en annars þú veist. En segir mér aðeins frá því, þessum úrræðum sem eru í boði þá fyrir eldri stráka, fyrir unga kallmenn sem við vitum að eru góðir en erfiðleikarnir koma, hvert geta þið leitað? Sko það er náttúrulega rosalega takmarkað þetta ef að félagi þitt ekki að bjóða upp á það. En eru félög almennt að bjóða upp á eins og íþróttasálfræðinga fyrir sína meistaraflokks liðsmenn? Ég held að sé mjög kannski stærstu félaginu, mann þetta að KR eða eitthvað svona íþróttasálfræðing danskan fyrir nokkrum árum sem fóð sínu val, ég held að sé ekki mikið það, þetta er alltaf spurning í hvað ákveðra eða penningun og flest meistaraflokksliða ákveða eða penningunum í að kaupa nýja leikmann og eða bolta eða eitthvað eða eitthvað þannig að þú veist að komin ég tek bara fótbolta dæmi og komin ofboðslega miklu peningar í meistaraflokks fótbolta á efsta stigi að ég hef trúið því að þú myndir fjárfesta íþróttasálfræðingi með liðið þitt og ráði 100% vinnu og kannski ákveð að sleppa kaupið leikmann ári, þá held ég að þú myndir auka framistöðuna talsveit mikið en það er alltaf spurning hvað nýti fjármagnið, félagin er ofta ekki mjög skýr hvað er að gera, alveg svo þú myndir ráða líkamlega þjálfari fullir vinnu eða sjúkaþjálfari og sleppa, kaupa leikmann 2 og 3 þá myndir þú bæta þittlið meira, en það er alltaf að keppast upp penningana en þetta meistarlókum alveg, KSÍ til dæmis veit ég stærsta sérsambandi með mestu penningana, mestu veltuna og tekjurnar þeir eru með íþróttasálfræðingar í til dæmis sem vinnum yngri landsliðum þar til dæmis en þetta er alltaf að vinna með afreksleikmönnum ég sé líka með minnina með 5 sálfræðingar 20% vinnu í afreksmiðstöð Íslands og þú veist, í fullkomum heimi væri 5 í 100% vinnu en þetta er að tala afreks íþróttamenn sem eru stefna fyrir ólympíuleikana eða þannig, þannig að þú ekki að vinna kannski með þeim hópi sem kannski, þú ert að vinna með hópi sem þarf klárlega að halda en það er svona öðruvísi þannig ég held að sé ólítið að þessu en þá kom alltaf á sama steininum að framdur í götu, það er bara fjármagn og sé vantar inn í hreyfinguna þegar íþrótti geta verið stórkostli forvörn en það þyrfti þá kannski að eyrnamerkja það bara einmitt þessu þú þarf að eyrnamerkja allar hluti íþróttarhreyfingunni Ég þjálfaði meistaraflokk í 10-12 ára bara þokkalegu leveli og ég var alltaf svona að berjast við þetta, var átti kannski 100 áskall eða eitthvað og vildi alltaf einhvern veginn koma svo frá því að vera að fá sálfræðinginn þegar allt væri komið í skrúuna og talandi sko, þú veist, að vilja vinna leiki og allt þetta, maður var bara stattur þar bara, þú veist, verða Íslandsmeistari eða hvað þetta hét og maður alltaf að fá þá inn þegar allt var einhvern veginn komið á hliðina vandamál eða 10 tapleikir í röð eða krísa eða hvað þetta var nú kallað að sko, en ég var alltaf að hverfa frá því og reyna að nota 100 áskallin sem að þetta náðust ekki kannski mikið, ég vera meira að vinna svona yfir veturinn, þú veist, bara svona á einhverjum ákveðnum stegum 3 yfir veturinn kæmi einhver aðeins inn og við myndum vinna einhverja vinnu, þannig að þú veist en aftur eins og Gunnar var að segja, það var lítill peningu til og maður vilja hafa meiri peningi þetta og kannski eitthvað maður ómiklu í leikmenn þá á þeim tíma en mér langar aðeins að fara inn á það sem við tala á sem að mýktin eða harkan og svona það sem að strákar mættu mögulega að gera meira af og ég vinn núna fyrir samtökin 78 og líf og hræðast í þessum heimi sem að við öll erum að lífa og hræðast í sem þetta bara breyttur heimur svo orðið það nú ekki kannski dýpra en það sem að svona valdhafar ellendis og svo einhver liti hérlendis eru svona
að tala gegn þessu einmitt, þú veist, að mýkt sé eitthvað sem þú veist, ok, ég ætla ekki að fara eitthvað í þú veist, en það það sem ég hef ágjör að vera strákarnir okkar sem að ekki bara á undanförnu ári eða 5 árum, heldur undanförnu 10 árum hafa fengið bara mjög markvissan áróður frá alls konar hliðum, þú veist, að hérna, já, konan eigi bara að vera heima og elda og kallin eigi að vera úti og vera fyrirvinna og þetta hefur maður heyrt meira að segja í íslensku samtali, að þú veist að ég veit ekki það, nú ég ekki að vinna með í íþróttaþjálfun lengur en þjálfaði stráka lengi á mínum ferli, þú veist að ef ég var að vinna á þessum staði í dag, ég væri rosa meðvitaður eða reyndi að vera meðvitaður það að sko að skilabóðin og áróðurinn og menningin og breytingin sem í kringum okkur hefur alveg gríðarlega áhrif og hérna, já, ég vildi bara einhvern veginn svona þú veist, ég alveg saman, ég myndi vilja að strákar myndu geta sýnt meiri mýkt en ég hef áhyggjur af það inn í næstu ár hérlendi sérstaklega, sem að kannski að gerast núna einhver leiti að svona fasismin einhvern veginn að keyra svolítið inn hjá okkur, þannig að hérna, já, ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum að hugsa bæði sem einstaklingar en líka þau sem vinn í hreyfingunni og sérsambönd og ESI og hvað allt þetta allir þessi mekanismi heitir, þannig að hérna, þetta var svona jákvætt input inn í þetta allt saman en hérna gæti íþróttarhreyfingin verið einmitt sko, gæti hún komið sterk þarna inn og reynda, þú veist, vera einhver forvörn og grípa einhverja orðræðu, skaðlega orðræðu, þú veist, gætu þjálfararnir okkar verið raunverulega eitthvað vopn í þessari baráttu? Ég held að geta ekki komið sterk en ég held að hún myndi gegna lykilhlutverki þegar kemur í þessu og hérna ég held að hún er algjör svona út af því að við vitum það líka bara að hérna skaðlega orðræða á hvaða tægi sem hún er alltaf vond fyrir bara samfélagið og við vitum það bara að þú líka held ég meira að sporta gegn þessu því að þú veist því yngri sem börn eru að fá skilaboði gegnum samfélagsmiðla og svo framvegis, tökum bara drengi sem dæmi og það til að ennþá bæti í fræðsluna sem einhvern veginn við veist vel að fara við erum að fara í öfu átt eða að fara í öfu átt núna því að börn eru bara yngri með snjallsíma það er bara þannig, þau eru yngri með snjallsíma þau algoritmir er að pikka upp fullt af hlutum sem eru skaðlegir og þess vegna held ég við þurfum að spýta alveg bara áfram í lón, það hefur verið vel gert í þessum efnum en þú veist, samfélag sem byggir á góðum gildum og jafnrætti í allar áttir, það er þetta bara betra samfélag, það bara segir sig alveg sjálft og það líður öllum betri slíku samfélagi og hérna við sjáum henni eins og Kári er að benda á umræðan svona því litinu til að svona leiðilegt að sjá og sorglegt að sjá hvernig umræðan er svona fara marga liti og þetta held ég að við líka skaðlega áhrif á okkar ungu íþróttaiðkendur 100%. Já. Er rými fyrir meiri mýkt inn í íþróttarhreyfingunni á æfingum, þú veist, manni finnst þetta er svona svolítið svona staðalmynd kannski sem maður hefur en að einhverju leiti byggjur hún á einhverju sönnu, þú veist, þessi harka og þessi kallmennska, það er svona dyggð hjá kallmönnum að vera, þú veist, stórir og sterkir og góðir í íþróttum og maður veit það líka að það eru kallmenn sem og það kom fram í rýnihóp UN Women að þeir kallar sem að hafa engan áhuga á íþróttum, þeir upplifa sig svona utan karlahópa einhvern veginn og maður veit bara heilu vinahópana sem að eini samnefnarinn er bara, þú veist, í bæjarfélagi út á landi, eini samnefnarinn er bara einu strákarnir sem hafði ekki áhuga á fótbolta og voru ekki að æfa, sko. En máli er að leikurinn er að breytast. Ég er ekki að tala bara í íshokkí, heldur í fótbolta líka og körfubolta og handbolta er að stór og sterkur strákur er í dag að tapa fyrir þessi sem er bara meðalhæð, snöggur, teknískur með góðan leikskilning. Núna eru þeir að koma að stað. Okay. Og þú veist, og ég sé þetta, þú horfir bara sérstaklega í íshokkí, ég veit þetta í fótboltanum líka. Handboltin er kannski aðeins ólíkari að því að þú þarft ennþá líkalega styrkiðin, ekki það. Sérkára. Þeir hafa nálega, nákvæmlega. En það að vera klár leikmaður er alltaf að fara að skila þér ofar í topplistan sem leikmaður og ég held að þetta sé líka eitthvað sem við verðum að fyrir ekki að horfa á því að það að, eins og ég sagði hann, ef það líður ekki vel á æfingu þá ertu ekki að leggja upp með það. Þannig að við þurfum að, þetta er einu svolítið fasaskipt, þú ert með byrjunina og það ert einhvern veginn að fá barnið þinn á æfingu, það er ógeðslega gaman og þú eignast fullt af nýjum vinnum, síðan veldur þú áfram að vinna þau upp og leikskilningur eins og þú getur tekið með þér og lært og byggir upp á frá
segjum 6 ára til kannski 12 ára því að bara staðrindin í dag er svo að 12 ára krakkar á lappin í atvinnum það er skellur. Það er rosalegt. Ég meina hvað, hún var hérna 14 ára og 2 mánaða svo sem var að byrja eina hjá Arsenal daginn eða eitthvað, ég veit ekki, ég fylgdist ekki með þessu. Ég sá það bara á hérna örugglega Facebook. En við þurfum líka að sjá, þú veist, hvað erum við að hvetja krakkan í að gera? Er pláss? Getum við sleppt einni tækniæfingu og talað líðan? Þú veist, er í boði, er einhvers staðar pláss í sketsjólinu til að fara í hópavinnu? Er einhvers staðar pláss til þess að sleppa því að mæti takaskonum út af grasið eða í skauta og inn á svell eða inn á völl og í staðinn hittust í hundarherbygginu og förum í leiki? Hvar er þetta? Hvar er þetta hópefli? Því ég held að þetta sé líka rosalega mikilvægur partur af því að vera í hópíþrótt, að það er að kynnast liðsfélöginu líka utan vallarins. Því að leið og krakkarnir fara að læra að kynnast hvort öðru og þá fatta þau, heyrðu býta, þessi hérna sem ég þoldi ekki, hann er náttúrulega bara smá skemmtlegur. Því þú ert píndur með hann í hóp. Já. Þú fær ekki að velja hvar þú situr, þú ert settur í hóp og hópur þarf að leysa ákveðin verkefni. Við eigum öll sameiginlegt að vera með keppniskap, þannig að vissulega byrju til einhverja litla keppni og það er hérna, þú veist, eitthvað NBA, NHL, eitthvað kort í velunni. Það þarf ekki að vera mikið, en til þess að vinna með þessa krakka og búa til samstöðu innan hóps og þá verður þau að kynnast hvort öðru. Og ég held að við séum að búa til rosalega mikið af vandamálum með því að sleppa þessu skrefi. En það er góð punktur með þessu tæknilegu hliðin sem hún að benda á er að þú líka bara sé í handboltanum hérna, hvað sem er Gísli Þorgeir eða í annar staði eða eitthvað svona sem eru snöggir og tekníski miðjumenn skilur, þú veist, og það er sami í hokkíinu, þú þarf liburð og þetta er snöggur og það er akkurat að vinna í svona á ensku, man ekki aldrei íslenska svona kognitív eiginleikum sem í fótbolta sem þú þarft meira í dag því að við tökum bara fótbolta sem ég þekki alltaf best þó ég sé mikil sérfræðingur við sílu hockey og handbolta, en í fótboltana þar er þetta bara íþróttin bara að breyta svo rosa mikið og við sjáum alltaf að þú veist að við erum bara með tekníska flinka leikmenn í dag sem við áttum ekki á þetta er alveg búið að breyta svolítið mikið, við vorum með allt öðru sér týpur og það er bara búið að leggja áherslu á hann að þú veist þeir sem eru eins og segir svona léttir og librir það, við erum konni með það er svona margt að breyta sér þessu en þú veist að tala um svona hörku, þú veist, þess að finnst sko nefna því að æfinginu mér í gær sko, ég var með 8-9 ára, hún snerist að spila einn og einn svona þvers og kruss þannig að þeir þurft að fara, þú veist, spila alveg í allar áttir og mjög mikla líkur á áreksturum og þú veist, fyrir æfingu voru að þú veist þá var alltaf að lægja boltan á 20 sem aðverð, þau þurftu að sína segl og þrautjön. Ég var alltaf mikið að einblina hörkuna, ég var líka einblina þegar leikurinn var búinn. Þú veist, þú ættir að geta lent í smá rimmu en geta bara tekist í hendur og þess vegna faðma, skilur, bara eiga þú veist, því að það er svo fljótur átt að leggjast niður, en það er svona rosa fín línu á mér að efla hörkuna, ekki fara þó dettir í grasi og er ekki vond, en þú ætlar að fara bara, þannig að þetta er svona beggja bland, þú veist, það er rosa viðkvæmt en þú þarft alveg virkilega að hafa fyrir því að passa að þetta sé ekki bara á hörkunni skilur. Þú ert að efla 30 seglu þú veist, það er búið að ná boltan með 20 sinum en þú ert að halda áfram það er halda áfram, en síðan leikur á búin skilur, þá er bara, geggjað við tókumst á, en við getum bara sínt mýkt og annað, sko þannig að þú þarft að vera, þú þarft alveg að vera, ekki það ég sé snjall en þú þarft að hugsa út í þetta, sko og En nú er svona þrautsi og segla, það er oft talað um það sem svona eitthvað svona sem er karlmönnum oft, þú veist, kemur svona náttúrulega hjá karlmönnum, þú dugnaður og eitthvað svona, og svo, þú veist, ef maður er að hugsa bara í hjallastefnunni, að þá er, þú veist, verið að þjálfa stráka einmitt í að sína mýkt og leyfa tilfinningunum að koma á yfirborðið og samskiptafærni og eitthvað svona sem er oft talað um að sé, þú veist, kvenlægara og ríkara í konum, var hægt að leggja meiri, þú veist, enn meiri áherslu á þetta, þú veist, að því að svo náttúrulega veit maður að síðan þessi fáu sem að þó skila sér í atvinnumennsku eru rosalega miklar fyrirmyndir og svo má bara hver dæma fyrir sig hvort að þær fyrirmyndir eru endilega alltaf góðar. Það með að taka eitthvað svona gildi á æfingum, við ætlum að leggja áherslu núna bara á hrós, við ætlum að leggja áherslu að leyfa tilfinningum, þú ert alltaf með eitthvað þema á æfingu ásandi að þú nú ætlar að æfa 1 og 1 við ætlum að æfa 1 og 1 varnarleik en að þú æfir alltaf eitthvað líka tilfinningarlega hluti í leiðinin á æfingum er mikilvægt og ef þú gerir þau heilan vetur þá ertu búin að skila nokkuð svona
öflugri vinnu í veturum með því að gleyma ekki þessum gildum hvort sem við ætlum að efla jákvæða leiðtogn við ætlum að skoða jákvæða leiðtogn þetta aðeins jákvæða leiðtogi við veljum því sem leynilegna því að þú ert jákvæða leiðtogi og skeggjaðir þannig að Leó styrkir þess að þætti sem ekki tengist ekki getun í íþróttunum það er það líka mjög mikilvægt að leyfa sér að sýna þessa mýkt auðvitað sem ég var kannski ekki að gera í gær vissulega, en ég var satt á saman tíma að reyna það en þetta er svona, þú veist, þetta er alveg fín lína en þú þetta sóti þjálfuna dálítið svona heildstætt og fara dálítið á dýftina og þannig skiptir máli dálítið að þú sér duglega að tala þetta í þjálfunni og skýrlína hvað á að gera, þú ekki gleyma þessum hlutum. Ég held að það sé líka rosalega mikilvægt, sérstaklega þegar þú þjálfar stráka að nota orðin af því að það er svo algengt mjög góðan brandara á baku þetta ég er nú spurning hvort ég segi eitthvað þetta er í alvörri staðreind og ég las þetta í kennslubók í skólanum, þetta er ekki í háskóla þetta er ekki eitthvað bara á netinu þannig að konur nota allan heilan til að tala þess vegna er það mjög líklega til þess að jafna sig eftir heilablóðfall á vinstra heilahveli því að við notum fleiri heilastöðar heldur en kallmenn til að tala Kemur ekki orð Shocker micro Fyrir vikið eru við oft betri í að orða tilfinningar af því að bara heilina okkur virkar þannig að ef að heilaboð berst ekki gegnum talstöðar í heilanum þá eru við erfiðara með að orða það og við getum ekki orða það þá eigum við erfiðara með að skilja það og þarna kemur að því að hvort haldið þið, bara svo honest spurning að stelpum eða strákum sem kennt að orða tilfinningarna sínar meira Strákum, það er mjög gildru alveg ábyggilega, já ég hugsaði það líka ég fór strax þangað Ok, því að ég heyri oftar talað stelpur og tilfinninganæmi frekar að því að strákarnir eru þarna líka en hversu oft fá þeir svigrúm til þess að segja að mér líður bara ekki nógu vel með þetta eða nú er ég sár eða nú er ég vonsvikin lítill í mér Já, þetta, ég held reyndar að það sé kynslóð í dag mér langar að segja svona 16 til 25-6 ára sem að fekk svolítið góða svona gott tækifæri til þess að vera svolítið í svona tengingu við tilfinningarna sínar en ég held að fasismin sé að skemma það næsta bylgja þetta kom alltaf svona kynslóðaskipti og ég meina hvað er langt síðan að þjálfarar stóðu bara öskruðu á leikmenn og það var bara allt í lagi Kári tókst á kassan en ef þú öskrar á stelpur þá brotnaður bara að fara að gráta og þú bara með heilt stelpulið hágrátandi og það er enginn að fara að vinna neitt þannig en það var alltaf í lagi að öskra á strákana það var í lagi þegar þeir bara því þeir eiga að kunna taka þig líka já, því að það er þeirra þeir eru bara að harka á sér og nánast ekki bara í lagi heldur líka eitthvað sem átti að vera hluti af því að vera þjálfari sko. Það ætlar að vera almennilegur þjálfari þá það hluti af því að eitthvað með öskra á strákana og helst stelpuna líka eitthvað og vera svona eru þjálfarar ekki ennþá að öskra? Jú, ekki spurning Gunnar, er það ekki? Það er allt í lagi en ég held samt hefur þetta samt ekki einhvern veginn breyst sko varðandi það að auðvitað þjálfur ennþá auðvitað sjálfsögðu öskra ekki spurning en ég held samt að nálgunin að mann sé var að fatta það til að ná betur út úr leikmanni það var almennt séð ég aðeins þetta er bara mín eigin svona tilgáta 85-15 regla, það er 85% þá ertu natin í ákvæður og svona umhyggjusamur og just í þjálfuna í kennslu þá er 15% getur stundum þarft að bista þig stundum þarftu svona aðeins að draga línu sandinn sko, mér finnst það mjög góð regla ég held að þú ert öfugt í 15-85 og fólk mjög fljótt þreytt sko. En þú verður eiga inni fyrir því ég er að segja það sko þú átt inni fyrir með því að vera 85 ég vil 90 sko þá hefur nú fyrir að draga línu sandinn skilur og þá veit fólk bara ok, ég fór yfir ef hann þarf bara að taka þetta sko þannig ég held að skipta alveg svona miklu máli þar sko bara þú finnir svona jákvæmt alltaf að ef við reyna að finna alltaf styrklingina þú ert alltaf að sjá styrklingina og síðan ferðu eitthvað mörg þá bara þetta gengur ekki og ég held það bara þú veist við sem samfélag þurfum bara einhvern veginn að samfélag ég með sko 5 drengi og við erum alltaf að ræða málinn og svona þú veist og þeir eru bara svo þeir eru og bara endislegir allir en þú veist síðan skiptir bara rosamiklu marg hvað við gerum en það skiptir líka rosamiklu máli skólinn, íþrótnar og bara samfélagið þú veist ég get tala rosamikið við þá en síðan þú veist jú þeir taka marg á því en síðan er bara
samfélagsins umræða, Já, hvernig er í íþróttunum, hvernig er í skólan, þetta skiptir allt máli, þetta er svona heildarend sem þarf að vera sko. Og það er líka alltaf mikið undir í þessu því að nú erum við hjá samtökunum að fræða inn í ýmsum skólum og ég er svona heyrt út undan meira stundum þegar það er einhver skrítið menning í bekkjunum og þá eru íþróttastrákarnir bara dálítið mikið ráðandi, þú veist, og þá á svona neikvæðan hátt, þú veist, eru kannski svona bara með einhverja komment eða skrítna spurningar og bara frábært en sumt ekki eins frábært. Þú veist að það er svo mikið undir í því að þú veist þjálfarar einhver meginn átti sig á sínu hlutverki, þú talar að að kerfin tali saman, hugsaðu ykkur að það væri eitthvað í gangi í skólanum að þjálfari jafnvel kem inn í einhvers konar teymatsvinnu í því eða væri aðstoða eða kom inn í, ég veit ekki, nú farsaldar lögin, ég var nú hættur í bransanum þegar þau komu, þú veist að þetta sé svona einhver meginn eitt teymi utanum og ég held að það þekkist ekki í dag að þjálfara séu þar einhver meginn inni. Það er ekki nema einhver þjálfarskólum tengist íþróttafélaginu sem gerir stundum kannski lögadal og þá tengistu og þá getur en auðvitað er það samt þannig að þú veist, það er allt og lítið svona, auðvitað er mikið samstæð en mætti vera meira, alveg klárlega eins og svona svo teymisvinnu sko. Algjörlega, svo kemur að því hafa íþróttafélagin efni á því hver á borgaða og ég veit alveg þessu umræða er ekkert einföld sko en ég hugsa bara áhrifin og hvaða geti haft mikil og sterk áhrif að þjálfari sem er góð og sterk fyrirmynd, jákvæð fyrirmynd væri inn í svoleiðis málum það sé hann sér líka aðeins aðra hlið kannski á algjörlega. Sömu börnunum heldur en kennari í skólastofu sér. En síðan sér maður líka skemmtilegt sko, þú veist, ég held að sagt, þú veist, ofta talað við kynin vera að æfa saman og svona sko, það finnst mér á þessum miðstigsaldri 10-12 ára, 10-11 þá til dæmis hefur verið að æfa eins og 2 vikur saman og það hefur byggt eitthvað svona skemmtileg menning á milli síðan kynjana skilur og sem mér hefur fundist sko skemmtilegt því að þá fá einhvern veginn kynin að æfa einhvern veginn bara, stundum eru bara hér að æfa og síðan saman stundum sem er líka byggt upp svona skemmtilegan menningu, þetta síst alltaf góða menningu og góða heild og allir vita hvort sem er leikur sér íþróttum eða einhverju að þú veist, þegar þú ert í góðri heild það er ekkert betur en góðri liðsheild sko það er svo viss bara, ég er mikilvæg hluti og að geggju stemning og góður andi skilju, en versus að vera síðan í slemmri heild, ég hef prófað bæði skilju, hitt er bara, það er bara þú veist, þannig að það er eitthvað svona að reyna að fá til að upplifa það, hvað er gott að vera hluta góðum kúltúr sko og þetta er það þannig að íþrótta drengir sérstaklega skjára fram úr, þetta var nú bara nefnt veit ég yfirþjálfarfundin í knattspyrnusambands daginn og ég ætla að rósa KSÍ að vera nefnt þetta fyrrabræði, að það var rætt bara svona samfélagsvandamál, hegðun aliðs drengja í 5. flokki í knattspyrnu samfélagslegt vandamál í skólum, þetta er bara það sem talaði með skólum hvað þið getur snúið því við því að allt það er þess að vandamál að bara tala, þetta bara að dressa og allir yfirþjálfarar kannast við þetta en hver er lausnin skilur en þetta er alveg svona sterkur hópur því að þeir geta verið ákvæði leitur en það þarf að vinna með það að búa til því allt er þetta er bara frábæra manneskjur þú getur gert það, þetta er bara svona þú þarft einhvern veginn, þetta er bara að vinna sem þarf að fara og ég held fyrir vikið, þú þarft alltaf að benda á þessu fyrirmyndir, þetta er bara dæmi Hákon á miðin íslenska landsliðinu fótbolta og Ísak þetta er algjöru öðlingstrengi til dæmis, bara teka á 1000 dæmi þetta er að hampa þessum einstaklingum og þú veist, sem ef maður tekur bara einhver dæmi, Sævar allir sem er komandi að bregða, bara svona genuinely góðir einstaklingar og mér finnst meir og meir, ég er ekki þessi einstaklingar í gamla tæðarinn vondi, en þú veit að hampa akkur þessum öflugu fyrirmyndum íþróttum stelpum megin og stráka megin sem er kannski góðir í fleiru en leiknum já, sem er akkurat bara þú veist helst eftir já, það er eitthvað máli og bara til að fá líka bara jafnbreytti svona fjölbreytti jafnbreytti þú veist milli kynjana og líka bara jafnbreytti það kemur að menningu og fjölmenningu líka skilja því að við sáum að maður spila franska landsliðin daginn og það voru 10 af 11 byrjunni franska landsliðinu voru ættir að reykja til annar heimsálfu þannig að sér eitthvað fjölmenninga við hins vegar erum þannig að þú veist við getum gert svo margt sem samfélag í þessu, við erum að gera Ísland er frábært samfélag, við erum að gera frábært hluti en við getum gert betra á mörgum stöðum við erum ekki svo á verðinum en við, eins og þú varst að tala áðan þá erum við að, þú veist, það er uppgangur í svona já, ég veit ekki, það er hatursorðræða allt og víða gegn hinsegin fólki og gegn þessu fjölmenningarsamfélagi sem er orðið hér hvernig geta þjálfarar gripið þessa umræðu og snúið henni upp í andhverfu sína af því að
Já, þetta náttúrulega þetta er vandamál, þetta stórt vandamál í samfélaginu en eins og þú bendir á þann að þá skilar það sér auðvitað líka inn í íþróttarheiminguna. Sko ég get nú ekki talað fyrir þjálfara í dag en það sem við höfum verið að gera á samtökunum er að kenna svokallega gaggræðu námskeið sem er counter speech á ensku sem er svona tæki fyrir fólk, ekki bara þjálfara heldur bara líka okkur sem eru hinsegin til þess að geta svarað athugasemdum. Þá er ég ekki meira að kommentakerfinu á miðlunum endilega allan daginn en alveg eins ef þú vilt vera þar þá bara máttu dunda þér þar en þetta er svona mjög praktískt tæki fyrir fólk til þess að geta svarað frænku í matabóðinu sem er að segja hlutin sem er pínu skrítinn og þú þorir ekki inn í það og ég get alveg ímynda mér að það sé alls konar fólk að úti sem vinnur í mjög mikilvægum störum, þjálfarar, kennarar sem að vilja gera eitthvað, vilja segja eitthvað, vilja bregðast við en hugsanlega treysta sér ekki til þess af því að þau eru hræddir að fá eitthvað á móti, hræddir að segja eitthvað vitlaust að við höfum verið að svona byrja á þessu og ætlum að gera meira á þetta inn bara frá samtökunum fyrir okkar fólk en þetta ávið líka alla þá sem við erum að tala að tengja jafnrétti, þú veist, konur fólk að erlendu bergi brotið, þú veist, bara þetta er svona bara tæki sem að við höfum mikla trúa og erum að fara að keyra enn meira á í okkar starfi, sko, þannig að mæli með, kíkja á það. Ég held sem mjög sniðugt. Fyndi að þú segir þetta, þannig að ég var að leita að þessu námskeiði í gær, ég var að tala við manni minn og við sáum mjög skaðlega umræðið fara fram og vorum að tala að því mér var bent á þetta að þetta væri svo sniðugt eins sem ég þekki sem fór á þetta námskeið og ég fann þetta ekki á netinu hvar getur maður bókað þetta sem einstaklingur eða bara sem einhver eða þú veist, þjálfara eða hvernig Sko, við erum eiginlega rétt að byrja með þetta er búið að vera í ár, eitt ár í gangi næstu námskeið er ekki komin inn, við vorum bara að ræða það í gær þau eru bara leiðin inn í októberlok og byrja í nóvember, en þau eru í dag svona staðnámskeið hjá okkur og bara svona tímafreka einhverju leyti, við viljum keyra meira á þetta bara á miðlunum okkar og fólk geti einhvern veginn komist, farið í app eða hvað þetta er sem að tala eins og séu 200 ára gamall en farið í eitthvað app og gert eitthvað fara á appið já, fara á appið en og fyrirtæki og stofnanir eru farin að panta okkur en við erum ekki byrjað að auglýsa þetta einu leiti en við ætlum að keyra meira inn á það, við erum komin inn í stofnanir og fyrirtæki einhver leiti en það er meira svona bara fólk sem að heyrir gott og vil gera vel og vantar eitthvað svona tæki og þannig bara fylgist við vel með og það verða auglýst námskeið en við ætlum okkur að fara inn í appið og gera alls konar sniður. Smáforrit, þú meina smáforrit. Já, smáforrit. Eða þú sem gamli kallin er smáforrit. Smáforrit. Já. Að lokum langar við bara aðeins að svona velta því upp hvað, af því það hefur auðvitað, kannski er ég aðalega að hugsa um fótboltan en af því það er svona mest talað um það. Svo mikið á móti fótbolta. Já, ég er rosa mikið á móti fótbolta. Jesús. Hvað er bara íshockey? Nákvæmlega. Það er alveg hörku íþrótt. Já, ég trúi því reyndar, ég myndi aldrei þóra því. Það er satt, sko, ég er ekki að grínast þér. Ég horfði á úrslitaleikin á pæjumótinu núna og ég var bara ég átti ekki sérs. Í fótbolta? Í 5. flokk fótbolta, 12 ára stelpur. Já, þessi, þú veist, hockeyleikur er bara krútlegt með hliðan á þeim. Það eru grjótharðar. Þetta er kannski smá svona, hockey er í alveg ekki, það er bara í amerísku deildinni sem menn slást, annars er það bannað sko, bara svo það sé sagt. Okay. En mér langar að skjóta inn í eitt stereotypu hugmynd áður þú nærða að klára þetta. Hún var að benda á mig, hún var eitthvað aggressíft. Með þumlunum. Þarna í íshockey, allstaðar á Íslandi, þá er æfa kynir blönduð þangað til að stelpurnar fara upp í meistaraflokkana. Það er keppa blandað allan tíma. Og hvað gerir það? Þú veist, hvað græðum við á því að aðskilja og hvað græðum við á því að sameina? Fyrir 16 ára aldur þá græða stelpurnar jaft á við strákana á að spila blandað. Strákarnir eru bara upp til hópa, eitthvað ekki að alhæfa en samskiptin eru mjög góð. Það er bara gaman hjá þeim. En stelpunum finnst mjög gaman að spila líka bara stelpur á móti stelpum og þar alveg eru við með eitthvað sem heitir U16 kvenna Íslandsmót sem þær spila bara í. Af því að við vitum það alveg að þó svo að krakkarnir sé að æfa sömu í íþróttina að þá er leikurinn eðlis ólíkur á milli kynjana. Þannig að það sem að strákarnir læra af stelpunum og stelpunnar læra af strákunum það er mismunandi hraði eftir þau eru komin á kynþroskan. Stelpunnar þurfa að stíga upp og spila hraðar, þannig að líkamlega krafan á þær er betri. En strákarnir verða, þeir læra svona, verða svona teknísk atriði og þú veist, taka leikurinn verður ólíkur og margt svo yfirfærir á milli. En við sjáum aðeins að eftir að 16 ára aldurinn að þá eru strákarnir orðnir meira fysikal af því það má tjekka í karlahokki, það má það ekki kvenna.
Þannig að Hvað er það? Að tjekka? það, þú veist, að fara í svona, þú veist, ef hann er að skauta fyrir ramman, þá maður er negli í hann, Já, ég skil. en pointless því að, þú veist, hver græður á því, hvernahokki, þannig að strákarnir eru farnir að spila minna fysikal þegar þeir sjá að það er stelpa í horninu, þeir þoru ekki í hana, þannig að þeir stoppa og það er ekki mentality sem við viljum. Nei, við viljum að sé alltaf 100% ákveð. Að þá er svona komin tími á, en síðan ekki, það er fullt af stelpum sem spila mjög fysikalt og þær negla strákana. Þannig að ef að þeir þurfa ekki að negla mig, þá er það þitt vandamál, skilur. Eða þú veist, þeir þurfa að ákveða það sjálfur hvað þeir ætla að gera, en þeir eru að veigra sig við því. En þetta hefur sýnt sig að með því að kynin æfa saman, að þá er kvenna ísokki á hraðri upplið. Við erum, búin að sem sagt, Hefur stúlkum fjölgað í kvennahokki þá? Stelpum hefur fjölgað gífurlega. Já, mitt. Á Akureyri er, skautafélagi Akureyri er fullt, það er ekki pláss fyrir fleiri iðkendurar og stelpur í, sem sagt, til dæmis 2012 og 13, 10, 11, 12 og 13 er í miklu meirhluta. Þannig að strákar eru á Þá sé ég ekkert, það er ekkert jákvætt, ef ekki er fjölgunin en árangunin er betri, þá svona, þú veist, þetta er ekkert þetta viðkaman eins og í fótboltanum þegar þú lætur mjög strákustöðu, tökum strákustelpu bara, þú veist, þú tekur kynnin og blanda saman ungaldri, þá eiga stelpnan til með að draga sig hans út. Þess vegna hefur svona þetta blanda sem ekki alltaf, það er stundum en stundum er þetta að æfa saman, þú getur stundum verið með, þú veist, bara, við sjáum að ykkur, því að þetta er alltaf einstaklisbundið, suma stelpur bara, þú veist, eru tilbúin í aksjónu, aðra svona dragast tilbaka, þetta er svona, þannig að það er alveg áhugavert akkurat að blanda kynjónu, af því að þeim líður vel í þessum hóp. Það skiptir máli, og þær eru ekki hræddar við að láta finna fyrir sér og þær eru ekki hræddar við að taka pláss. Þú veist, og það er líka lykilatriði þegar kemur að stelpum, en fyrir svona 5 árum þá voru stelpunar, takk þú bara bökin, ég skal bara býða, þú veist, í leik. Það er bara svona bökkuð því að strákarnir voru svo aggressífir, en núna er þetta þess að breytast. En þegar var farið í, veit ég, okkur 15 ára að láta strákustar bara eða saman, hverju heldur hafa haft mestar áhyggjur af því, foreldrar, hverju hafa mestar áhyggjur af því? Stelpuna? Nei, strákarna. Nú er svo leist. Það var bara með stelpuna, skilur, bara dreigur þetta ekki úr gæðum, dreigur þetta ekki úr, en þú veist, þú ert eins og að fara að æfa og síðan sérðu bara, þessi tilbúin kannski í eitthvað meira, hún vill meira, hún gera þetta snýst allt að finna verkefni við hæfi og þegar þú finnur verkefni við hæfi, þá finnur þið á líður líka vel, þannig að suma kannski bara nýbara æfa og vilja bara með stelpunum, þá æfa með stelpunum, þú veist, og svo framvegis, þannig að ég held að sé alveg svona skemmtilegt að blanda og búa til svona líka bara krakkarnir að var rosa gott að kynnast utan skóla, þú veist, það er bara þau læra þetta eigur samskiptafærni og það verður meiri samvinna og samstaða á milli, þú veist, og strákarnir eru, að því að stelpurnar eru skemmtilegar og strákarnir eru líka skemmtilegir, þeir eru ekki allir bjánar, þannig að það þarf veist, og ef við getum ekki leyst ákveðin ágreining á milli kynjana, hvernig eigum við að þá að fara að tækla ólíka kynþætti og börn af ólíkum uppruna eða með, þú veist, í ólíkum minnihlutahópum, ef við getum ekki leyst þetta einfalda vandamál. Börn er æðisleg, þetta er bara spurning að finna bara alltaf, það er alltaf einhverjir styrkleikar og eitthvað jákvæmt og það er bara að finna það einhvern veginn. Þarna eru við þetta líka svona svolítið föst inn í þessu kynja tvíhyggjunni, alltaf strákar og stelpur og í krafti svona jafnréttis baráttunnar að þá þú veist, hefur farið svolítið púður í að efla stelpurnar og núna erum við allt í einu bara svona smá að horfa og bara býta, ok, strákunum okkar líður ekki nógu vel og strákarnir okkar eru, þú veist, sjálfsvígstíðnin er há þar og skólakerfið verðist einhvern veginn ekki alveg ná að grípa það nógu vel. En hvað græða strákar á jafnrétti? Af því að núna sjáum við svo rosalega mikið bakslæð eins og vorum að tala áðan og það er svona andfeminísk umræða, feminismi er allt í einu aftur orðin bara, þú veist, eitur í beinum fólks og rótals íls fyrir sumum og það, þú veist, gengur langt svo umræða. Hvernig, þú veist, hvernig, eins og þú ert að lýsa þessu, þeir að spila saman, hvað græða, og stelpunir orðna sterkari, hvað græða ungir kallmenn á jafnrétti? Það er eins og ég segi, stelpurnar eru oft teknískari, ekki alfarið, en þær hugsa leikinn öðruvísi. Þannig að strákarnir læra þarna ákveðna fjölbreytni.
það smá taktísku breytileiki á milli kynja og þetta læra þeir, það getur ekki verið slæmt af því að það eykur bara þeirra leikskilning en ég held að það sem mikilvægast í þessu að það umburðarlyndið þolinmæðin, gagnvart öðrum sem ekki eins og þú og allir fái að tilheyra inn í hóp en þar aftur skiptir þjálfarinn lykilatriði því að þú getur verið að vinna með blandaðan hóp byrjum á stelpum og strákum eða aftur þessi tvíhyggja ef þú blandar það bara einn hópur sem æfir saman það svo margt sem að þú lærir á því að umgangast fólk sem ekki eins og þú en þú verður að gera það með opnum hug og að skilja að það eru kostir og það eru gallar við að það ekki allir eins og þú en það samt fleiri kostir því að ég myndi að hvernig heimurinn væri ef allir væri eins og þú Sér bara einhvern virðingu og svona traust og sér má ekki gleyma því að því fleiri þáttakendur í íþróttum því betra að þannig að sjáum bara aukningu hjá þáttöku kvenna svo þú nefna ísöki eða fótbolta, handbolta öllu, það aukning sem jákvætt sérnu tökum annað þátt sem kannski ekki rætt sem mikilvægt líkur íþróttahreyfinganna þá eru tekjustofnar aukast að sjálfsögðu líka því að í dag bara getur fengið styrki, stóra styrki fyrir eitthvað jafnréttinu sem nýtist í rauninni, nýtist öllum þannig þetta skiptir bara þú veist, að líður öllum betur í jöfnu samfélagi hvort sem að kemur að efnahag eða jafnrétti eða hverju sem það bara, þú veist, að líður öllum betur og við lifum því mér ekki fullkomnum heimi og en ég held að sé rosa mikilvægt að við stuðlum jafnrétti hugum að öllum þessum einstaklingum sem eru saman hvað stétt og stöðu og kynið til þeirra en ég sé rosa mikilvægt að drengir, þú veist, eru upp til hópa frábærir, þetta bara spurningum hvað styrkleika þú hefur og nálgast á kannski aðeins öðrum hætti sko og þegar að hlutning gangi ekki vel en ég held að við séum ekki að tala drengir niður en ég held að við sem samfélag þurfum bara að hjálpa stað og ég held að foreldrar með ekki gleyma sínu þætti þeir gleymast ofta klérús en nefna foreldrar sko. Við förum í sérumræðum það er sérþáttur foreldrar skjást að ég á 5 drengi og þú veist þannig að skiptir á sem miklu máli að ræða hlutina bara opinskátt og þú veist og ég held að gagnist öllum og það að þú veist fordæma og taka á skaðlegri orðræðu við börnin sín og ræða, þeir eru oft forvitnir, vilja ræða ýmislegt þá reynum við að vísa veginn til betur leðar og beinu brautina og það að foreldrar hjálpast að bara spjalla við börnin sín sko það sé líka mikilvægt sko, gleymist út algjörlega, ég held að sé líka mikilvægt að gleyma því ekki því sem ég hef heyrt að þú veist, strákarnir hafa nú gleymst og mér finnst skrítið að vera í svona umræðu og ég er búin að ræða rosa mikið stráka og alls konar ráðstöðum og ég veit ekki það, mér finnst það pínu skrítið, það er mikilvægt og ég er hommi og mér finnst strákar alveg merkilegur og karlmenn líka, hann eðlilega en sko hvað leiti finnst þér skrítið? Já, hvað maður að segja þetta var Kottum með segðu það bara kjári að þú veist, í svona veröld það sem að kallmenn stjórna mjög miklu og vaða bara uppi, orðum bara hlutin eins og þeir eru þú veist og svo sittum maður heilu og hálfu ráðstundun það sem kannski forseti Íslands talar kallmenn í ræðu sinni allan tíman á stað þar sem að eru nánast engir kallmenn í ástæðanum að ræðum jafnréttismál þetta auðvitað pínu fyndið svo ég orði ekki stærri hluti hef ekki stærri orðum það þannig að ég held að þetta bara það sem ég var að reyna að segja á þann ég held að þetta ekki gleyma því einhver mistökur og gerð ekki gleyma strákunum nú skulum við ekki gleyma stelpunum þú veist og eftir 10 ár verið í svona hlaðvarpi og segja herðu við vorum að leggja svo mikla á alltaf strákana við glemdum alveg stelpunum já þú veist bara læra af því en ég tek bara undir það sem þið var að segja þú veist þetta það bara að kenna börnunum okkar með hjálp allra að þú veist, við getum verið alls konar og eigum að fá að vera alls konar það er bara þannig Algjörlega, þetta eru bara frábæri loka orð ég þakka ykkur kærlega fyrir að vera tilbúin að koma inn og spjalla um mig Takk fyrir sem Takk fyrir